Þetta sem sagt, frammi, þá við sögðum þetta að vera árshátíð samstöðuna, það ekki alveg rétt, sko. Við erum bara, það að taka myndir af fólki og við komum saman til þess og við köllum þetta árshátíð, við fengum köku, en og þetta, ég sagði að væri svona eldhúspartí og það var ástæða fyrir því að það var svo mikið að gera að ég einhvern veginn náði ekki að gera þátt og þetta svo frjálslegt á samstöðunni að við höfum ákveðið að kalla þennan dagskrálið eldhúspartí árshátíðar samstöðurinnar og það fólk sem var frammi Oddný Eir Ævarsdóttir sem með þátt á samstöðunni. Það ekki? Jú. Oft bara mjög oft. Mjög oft með þátt. Einstaka sinnum fellir niður vegna veikinda en annars bara virkilega vikulega. Já. Og svo Ásgeir Brynjar Torfason sem ekki með þátt til það. Það vitið akkur hann hérna? Það Törta. Hann ljósmyndari. Nei. Hann fyrsti viðmælandi í samstöðunnar. Já. Og sá gestur sem oftast komið. Já. Og kemur samt ekki nóg oft. Þess vegna baði ég hann að koma hingað því að með datti í huga við myndum ræða samstöðuna og svona. Að ég með mann sem tekið þátt í þessu svo byrjun. Ég væri með þátt hann var bara gestur fyrir stuttu síðan. Já. Ég væri með þátt ef ég væri ekki bara ritstjóri á öðrum fjölmiðli. Sko. Já, það væri við með viðskiptaþátt. Við ætluðum að vera með þátt fyrst. Já. Og við ætluðum líka að vera með þátt. Þetta alveg. Og svo Sigurjón Magnús Egilsson, yngsti starfsmaður samstöðurinnar, nýjasti fyrir ekki. Er það? Nei, ekki alveg, jú, gæti verið. Já. Þú byrjaðir í haust. Já, síðast sumar með þér Já, síðast sumar. Við vorum sumarprogram. Já, við vorum með sumarprogram. Já, það byrjaði engin gestir bara við, það viti því sko. Já, það var þá var ekki tölunin vitleysa sko. Það var svona, við kallum þetta sumarlestbylgjurnar, það stöndu þegar við erum fátæk og fólk þarf að fara í frí og svona það eru að búa eitthvað til sem svona bara eitthvað, afsökum fyrir eitthvað og við vorum þannig í síðastlega sumars. Voruð þið alltaf? Nei, einu sinni í viku. Já. Fórum í gegnum stjórnarkreppu, þar sem alltaf var að spá að þessi stjórn myndi falla. En við vorum mjög fljótir á því að komast að því að hún væri ekki að falla. Sko. Já. Og svo Magga Stína sem okkar Bóhall. Ég alltaf að finna tenginguna með það sko síðan þú sagðir þetta. Af því hann röddsstöðvar 2. Já. Ég var einhvern veginn sko alveg komin í annað veistu hver ég var og einhvern veginn að finna eitthvað út með þetta. Herðu, en svo kemur við fleira fólk eftir. Þannig að mér datt í huga að við myndum ég veit það ekki. Þú ert vel undirbúin ég. Já. Ekki efnahagsmál allavega. Nei. Fjölmiðla. Já. Samstöðin var til. Þetta þessi fyrsta útsetting sem hún var ég fletti upp hann var 18. mars 2020 þegar það var lockdown eða þú veist það var ekki alveg komið það var að koma og ég man að við vorum svona bara undirbúið þetta og þá varst þú nýlendur einhvers staðar komið frá Evrópu og þú komst með svona sóttkvíða inn í herbyggið sem að þú varst með meiri sóttkvíða heldur en hafði komið þar áður og eiginlega, komst eiginlega með COVID með þér eins og sett ekki væri. Þetta var einhverjum kallara í gamla Vesturbænum? Já, þetta var ekki kallara. Nei. Þetta var í liststúdíói sem málari, Bogi Reynisson sem að því miður að taka upp einhverja hryllingsmynd upp á Langjökli sem hljóðmaður. Þetta var nágranni hans sem að lána okkur stúdíóið sitt. Ég tók viðtal við Sönnu þar. Já, þar byrjuðu við. Já. Og ég oft uppásmaður mikill að hluta sko. Já, og hann átti okkur að græju sem var einhvern veginn svona stór og svo var ég með símann minn og þannig byrjaði einhvern veginn á Zoom-i. Þetta gríðarlega fortíð og þetta 1920 rúm 4 ár síðan. Þetta var 1920. Andspyrnurhreyfingin. Já, 2020. Já, það betra. Ég trúi því frekar heldur en 1900. Það það samt komin 4 ár, já. En það sem skiptir máli að því að sumi hluti verða bara til fyrir tilhörinu. Það sem skiptir máli í þessu að þarna var heimsfaraldur að koma og eitthvað svona rosalegt óvissu ástand. Það var svona það sem enginn vissi raunverulega hvað var að gerast.
og þannig að þá gat maður verið með samtal við fólk þar sem engin vissi neitt og af því að það var eiginlega ekkert í boði og var allir læstir inni, að þá gátum við bara sittið og talað eins og við vildum og svona sömuleyti var kannski svona í bakhöfðinu að ef þú varst bara lokaður inni einhvers staðar hittir engan, þá gastu kannski kveikt á þetta svo lustu að fólk tala og það er eiginlega formið sem við búin að vera að segja. Og þarna var sko ég ennþá í fjármálaráði og ég var mjög passasamur með að tala ekki við fjölmiðla, ég var meira að hjálpa fjölmiðla fólki að skilja það sem við skrifuðum hagfræðitorfi, en svo voru bara fjármálaráð heil út allan heim, af því að þannig fóru ríkisfjármálan alveg bara opnuðist allar kistur ríkisfjármálana og fjármálaráðin víðum heim fóru í að opna Twitter-account og bara að miðla upplýsingum miklu meir en þau höfðu nokkuð tíma gert. Já. Þannig ég bara svona flaut svolítið á því, bara ekki leyfi en bara kom alltaf þegar þú kallaðir og var eiginlega bara að hugsa upphátt sko. Með spurningunum þínu hvað var að gerast og mjög fljóta átt okkur á því að Ásgeir Brynjar fylgdist betur með heldur en okkur annar þannig að við fengum hann og gátum fengið inn bara beint inn í þættina, það sem að verið að breytast í bara efnaðarstjórn og rekstri ríkissjóða út allan heim og fleira, en hann var í fjármálaráði en hann mátti aldrei tala Ísland en ef ykkur hefur áhuga á þessu þá getur hann spila öll þessi viðtöl og raunverulega erum við alltaf að tala Ísland sko. Þú að tala Ísland og ég að tala útlönd. Ég spurði hann eitthvað Ísland og þá nefndi hann eitthvað sem var í Þýskalandi. Akkurat. Sem væri sambarlegt. Mjög sambarlegt. Já, sem er alltaf spegill bara. Þetta er kunstugt. Þetta er alltaf bara spegill. Hér sitjum við í dag. Já, það er síðan langt lið og samstöðin orðin bara stofnun í samfélaginu. Já. Ekki? Ekki stofnun. Hvað heitir það? Hluti af fjórðavaldinu. Já, ég vill ekki tala fjórðavaldi. Ég er bara með blaðamennsku 40 ár. Sá fjölmiðlamaður sem heldur hann sé valdsmaður, það er vonlaust dæmi. Já, nei, ég var það ritstjóri bara í fyrra haust. Nei, ég segi sko, þetta er ekki vald. En fjölmiðlar er ekki vald. Punkturinn er sá, ég held að á þessum 4 árum hefur vægi fjölmiðla einhvern veginn svona endur upprisið. Vegna umbreytingarna vegna þess hvað eru lélegir og þá hefur komið ljós hvað við þurfum mikið að halda. Já, takk fyrir að segja þessu vegna þess. En þess að þeir eru bara, ég meina þetta er náttúrulega bara fyrir utan held í þessa stöð og kannski svona já, ég meina það eru svona þreifingar svona á einhverjum blöðum svo heimildinni og einhverju svona sem bara stuði þessa dagana, finnst mér. Nei, já, og bara ég verið að segja, sko, já, bara... Hún er í stuði þess að dagana, finnst þú það ekki? Jú, bara... Nei, er hún í stuði? Já, mér finnst hún verið meiri stuði núna. Já, heldur hún hefur verið, það er alveg rétt. Það var fyrstu forseta verið hann þar á föstudaginn og serverinn bara hálfhrundið á svo mikið álag og áhorf. Já, og þetta er náttúrulega bara, einmitt, það er aldrei þarft, sko. Ég held að þessi komið meiri lestur á heimildinu heldur en Morgunblaðið. Sem ætti ekki að vera að tala fjölmiðl held ég sko. Það er svona áróðsmiðl. Er það? Þú vissum það? Þú vissum þetta? Hátíð, nei ég er ekki viss, en svona hátíð álíka. Prentútgána? Já, ekki netútgána, það getur ekki verið. Nei. Ég sko við ykkur fjölmiðl, er það ekki dálítið alvarlegt mál að það skuli ekki vera fleiri prentaðir fjölmiðlar? Er það ekki rosalega alvarlegt mál? Ég veit að ég er hættur að lesa prentmiðla sko. Já, þannig að það er breytt í boði. Það er fallegasta hljóð sem ég vissi var hljóðið í prentvél sem var að fara í gang. Besta lyktin var inn í prentsmiðju. Lyktin var góð. Já, ótrúlega góð. En svo bara vandist ég að þessu og ég bara... Ég fann að lesa Financial Times sko, síðurnar á vefnum aftur. Að því að sko, ég hef búin að nota appið mjög lengi og það algoritmin hjá þeim er náttúrulega búin að læra hvað ég hef áhuga á og færir með fréttirnar sem ég vil lesa, en nú er ég farin að ná í heilu síðurnar til að sjá einhverjar fréttir sko, sem algoritmin er ekki að láta mig fá og þá sér maður aðeins þetta, þú veist, þetta er ákveðið form blað síðan snildarform og raðað upp og maður sér eitthvað svona meiri mynd með því að samhengi líka, það var kannski það sem var líka svolítið mikið áherslu á að reyna að setja svona hlutinu svolítið samhengi, ekki bara við, það sem var að gerast í útlöndum heldur bara líka innbyrðis á Íslandi og mér fannst líka áhugavert að á sama tíma og
menn voru kannski að keppast við að gera eitthvað sem að svona allir átt að öllum átt að líka, að þá gáttu þið hérna verið svona í hálfgerðum kima einmitt bara svona engum líkaði. Já, sem ekki mörgum líkaði og kannski ekkit margir skildu og talandi eins og þú ert að lýsa líkuðu undir rós og svona þetta er ekki beinlinni svona markas þetta er ekki markasvænt svona samkvæmt einhverjum líkindareikninga samkvæmt einhverjum líkindareikning en ég myndi segja bara mjög markasvænt sko því að það eru nú bara þetta hefur gríðarlega áhrif til dæmis bara nú þegar á aðra fjölmiðla Já, ég er að meina þá var alltaf verið að reikna út eitthvað svona eins og samþjöppun á því sem að allir, svona hinn venjulegi lesandi eða hlustandi á að hafa áhuga á eða þolir, hvað hann þolir af upplýsingum í einu, hann þolir ekki þetta lága tíma og svona og svo er raunverulega bara svo erum við bara öðruvísi við ekki bara í sótkví heldur við bara einhvern veginn viljum bara lengri tíma og viljum kannski dvelja svolítið með pappirnum eða með einhverju samhengi og það er ekki það langt síðan að fjölmiðlar voru metnaðarfullir þannig að það er ekkit allir dánir sko sem voru þú veist þetta er ekki alveg það mikið rof eins og stundum þá bara er algjört rof og allt týnist þannig að það er nú svona það er alveg tölverð þekking samt í blaðamannageranum myndi ég halda sem að nýtist þegar svona eftirspurnin verður meiri. Já, en hvað fær hún að njóta sín? Já, er hún ekki bara að byrja að fá að njóta sín núna, smá saman? Kannski ég Er ég komin alveg alltaf miklu bjart Nei, ég segi bara sko, eins og þess að við með að vald fjölmiðlar var ekki vald sko, ekki vera að nota þetta eftirspurn og markaðshyggju orðræðina. Ég var að segja að fólk er ekki markað. Nei, ég er nú líka að gera grín að því sko akkurat. En pointið er frambóðið sem stöðin veitir sko, býr til eftirspurn ef maður vil nota. Það er ekki alltaf sko einhver eftirspurn sem þarf uppfylla. Nei, ég er nú að nota þessi orð vegna þess sérstaklega ég held að sko markasvæðingin hafi orðið og markastungumál hafi virkilega sko drepið svo margt niður að það var bara erfitt að held ég að gera eitthvað að viti að því það voru alltaf einhverjir svona markas postular sem að og ennþá auðvitað er það þannig sem að telja að það sé ekki gott mesti munurinn er að blöð eru náttúrulega svona eins og broadcast það er, þú dreifir ykkur einu blaði þú getur ekki búið til mörg blöð þannig að þú dreifir bara einu blaði þú getur reyna að ná öllum og saman með útvarp bara ein útvarpsrás eða tvær eða sjónvarp þannig að þú ert að tala og þú ert með alla í salnum þú ert með börnin og gamla fólkið og alla og fólki sem eru upptekið og má ekki vera að því að hlusta á þig og þú ert að reyna að halda athyglinni þess vegna verður alltaf að vera svona stutt og eitthvað svona þegar neti kemur og fólk sækir sér efni með öðrum hætti meðal hans bara út af afspurð þú bendir mér á eitthvað sem er áhugavert og ég horfa á þetta einn ég kalli ekki alla fjölskylduna saman að horfa á þetta áhugaverða viðtal við Ásgeir Brynjar ég horfa það bara einn og þá allt í einu lengist í tímanum sem er þolið því að þeir sem koma inn í áhorfið eru búnir að samþykja að vilja horfa á þetta og þú þarft ekki að vera með efnaðsumræðum þá sem hafa engan áhuga efnaðsmála. Það er það sem að sko RÚV og félagar eru eins og þessi fastir í að reyna. Já, þeir eru svona bara sammála skringilegt útrúði sko. Sammála bara enga umfyllun eða vonda. Já, og svona eitt sem að minnst fyndast núna því að ég horfi stundum á 10 fréttir, ég veit ekki okkur. Þá kemur íþróttaþátturinn inn í 10 fréttir sem finnst ógeðslega fyndin. Það er eitthvað svona afturhelding og Stjarnan kepptu í kvennahandbolta. Og Stjarnan komst yfir og svo vann afturhelding og svo er bara næsti leikur og maður fær svona á eitthvað svona 1,5 mínútu fréttir af svona 7 leikjum eða eitthvað og ég hef alltaf hugsað þú veist, hver er ykkur sem er á þessu sem er ekki búin að lesa þetta allt saman þeir sem hafa á þessu, þeir eru bara búin að sjá þetta á netinu þeir voru á vellinu sko já, eða sjá þetta á netinu þannig að stóru tíðindi en þannig erum við búin að sko samt að dekka þarna þessa, hvað er þetta, 1,5 mínúta? Eitthvað svo leiðis. Það sem er bara keypt við 7 leiki. Við erum búin að dekka þarna 1,5 mínútu og það er eiginlega... En ekki fyrir neitt, sko. Nei, en það er eiginlega, sko, það er pólísían sem reikin er hjá RÚV núna. Það er sem sagt að vera með dagskrárgerð ekkert. Menn til að fylla kortir til þess að fylla tíma. Vonum ekki korti. Já.
og það ekkert og það bara þú veist þannig að þú ert 10 bara eitthvað. Já, bara alla leið 10 þættir á hverju ári. Þetta er eiginlega rannsóknarefni sko, ef við kæmum hérna sem einhverju mannfræðingar utan úr geimnum að verðum að skoða þetta, hvað það samskipti væru, þá er allans 10 fréttir hérna ríkisdómsins, stórmerkilegt rannsóknarefni. En eini kosturinn það er koma svona upprýfin úr fyrri fréttatímanum, en maður mista hún svona ekki komið í verk að horfa á hann, þá færi maður svona, hann bara svona stuttan og fínan sko. En það er allt í lagi því maður er náttúrulega alveg hættur að opna fyrir RÚV sko fréttir. Þannig að þetta er ekki svolítið samt eftir eftirsóknarvert að þetta sé fjölskyldan eða einhver hópur sé saman að hlusta á eitthvað. Ert þú Ævar að horfa á fréttina saman? Það er Gísli Marteinn, það er Gísli Marteinn og Eurovision. Jú, nei, ég er ekki að segja ég held að það sé samt einn þáttur af því sem er verið að reyna að halda allir streitu þrátt fyrir alla, ég held að það sé mjög jákvætt einmitt að brjóta þetta upp, að það sé ekki bara hlutverkið að vera einhver svona samnefnar fyrir alla í fjölskyldunni, sem þetta brjóta það upp, þannig að það er hægt að bara vera með þætti fyrir hvern og einn og svo leiðis. Sem er líka sorglegt. Þarna ætlaði ég ætlaði að koma þarna finnst mér samstöðin nefnilega allt í einu. Hún er ekkit bara svona kannski fyrir þá sem að einhverja sérfræðinga eða bara því að það hefur samt tekist að fá hérna svo marga til viðtals að mér finnst að vera orðið dálítið, sko þetta er ekki svona bara einhverju kimar sem að koma í. Nei, þetta er í almenna spjall í samfélaginu. Já, ég meina það, mér finnst það svolítið svona magnað að fara úr svona þessu bara spjalli sem á ekki endilega höfða til eins og svo svona smám saman byrjar það að höfða til fleiri. Ég nefndur Gísla Marteinn sem er tilraun til þess að halda öllu saman. Svo til eins og þessi þáttur úr þýsku sjónvarpi eða ítölsku, og ævintýrlegir svona þættir þar, sérstaklega ítalska samfélag, það eru svo fríkaðir. Það sem er að reyna að hafa eitthvað svona augrandi samtöl og svo bara kemur geðveik dansatrið og það er svo ykt sko. Og mér finnst það Gísli að fara meiri þá til það. Já, ekki dansa sjálfur samt. Ég veit ekki. Já, kannski bara. Já, fá eitthvað góðan dansara sem myndi bresta í dans eða áfram að halda. En það sé að segja, að því þátturinn að lúkkar svolítið eins og ídeal áhorfandi sé kannski svona 25 kannski. Þannig ég fór að athuga hverjir eru að hlusta hana þátt sko. Ég held að séu sko 85% eru sko þeirri kynslóð sem börnin eru farin að heiman sko. Þannig að það er ekkert samingi á milli sko svona hvaða blæi reyna að búa til í þettinum og þeir sem eru raunverulega að horfa sko. Já, ég held að, mér hefði mér dottið það í hug sko. Ég veit ekki hvort að mér finnst það svona get ekki myndið mér 25 ára gamalt fólk sko sem að horfa á Gísla Marteinn. Er það ekki frekar einmitt svona? Kannski, það er í lagi. Það er í lagi að þeirra. Ef þú ert að hlusta á þetta og 25 ára og horfur á Gísla Marteinn, þá er það í lagi. Við erum ekki að fordæma þig. Já, nei, sko, hann er hetja dagsins í dag, sko. Og fá að spila þarna. Þetta er náttúrulega orðið vettfangur. Já, einmitt. Og þetta er náttúrulega eini vettfangur fyrir tónlistafólk og Gísli Marteinn, sko, má eiga nefnilega svo margt, skal ég segja ykkur. Að hann er svona sámaður sem að til dæmis, ég man nú ekki eftir að hafa fengið borgað í mörg herrans ár sko fyrir tónlistaflutning í RÚV nema hjá honum. Ég vil þó að sé ekki mikið að þá passar hann alltaf upp á það að það sé sko, það sé engin Óli Skans með það sko, að því það var tekið af sko hjá RÚV að borga tónlistamönnum fyrir tónlistaflutning. Sem er svínslegt. Já, það er viðbjóð sko. Þau borgu líka viðmælendum einu sinni. Hann er sko fyrsta skipti sem ég fór í vikunum skilningi sko. Já, honum Páli Heiðari, þá fekk ég ávísun heim fyrir að mæta sem viðmælandi. Ef það væri ennþá þá ætti samstöðin í Gefna að bjóða ykkur hérna. Við getum ekki borgað. En hérna Gísli Marteinn í síðasta þætti, þá var hann í svona óraslítuðum íþróttaskóm við jakkafötin og svo voru hann að segja sko að þetta væri íslensk hönnun og vera sko, þetta er svona dulin auglýsing, mér finnst þetta alveg Þetta var hönnunamars, eða ekki? Já, en en það var líka bara í fréttunum, það var líka, ég er búin að glema hvað það var, en í fréttunum
í gær held ég hvort það voru bara 10 fréttirnar. Sem áðan heitustu fréttirnar, ef ég að þá sagði fréttakonan eitthvað sem svo og það var að tala einhverja hátíð og nefndi fyrirtæki sem að kostaði hátíðina. Mér fannst það svona svolítið nýtt. Ekki beint. Það annað líka, fyrir okkur sem erum að horfa á fótbolta, sko, hvað heit, sko, Valsvöllurinn til dæmis, hann heitir ekki Valsvöllur, ég man ekki hann heiti fyrir á, svo er hann komið nýtt nafn núna. Órigó-völlurinn. Nei, hann var það áður, já. Nú er komið eitthvað annað. Þetta sé Paskó-Rasp-völlurinn. Nei, sko, svo eftir einhver ár, sko, það verið að skoða þetta tilbaka. Þá léku þau á Paskó-Rasp-völlinum. Og hvar var það aftur? Það var þarna rétt hjá Coca-Cola-völlinum. Paskó-Rasp. En það í Árbæi Vúrð. Ég veit ekki hvað það eitthvað ég að reyma eða eitthvað. Ég hef aldrei skilið þessu íþróttafrétta deild ríkisjónvarps. Það er mjög öflugt. Besta deild? Nei, það sé sérstök deild en ekki menningu eða efnahagsmála. Nei, það hefur ekki áhuga. Og ég er svo lítið inn í þessu Gísla Martin líka, en þú varst að minnast á ítalska sjónvarpið. Ég var einn frétt í Bjóður upp á íþróttir, Gísla Martin, en þú kýst að taka ítalska sjónvarp. Já, af því að það var merkileg. Þú hefur búið, þú ert að vinna á Ítalíu. Já, ég var það svo skáriði niður í háskólanum og hætti að fá svona utan að koma til kennara. En það var frétt bara núna nýlega þann að Ríkisútvarpið á Ítalíu birt ekki pistil eftir Antoni Scurati sem ég er að lesa bók eftir hann, Son of a Century, a novel, sem er Mussolini og bara mögnuð bók, sko, og þetta er merkilegur höfundur, selur allan heim og hann átti að vera með erindi eða pistil í Ríkisútvarpinu sem neitaði að birta. Er hann í fangilsi? Var hann handtekinn? Nei, það er ekki komið þannig, en sko en þú veist, síðan eru dómsmál í gangi á Spáni og sko þeir eru alveg ítrekað ítrekað fara fyrir dómara hann ákvað nú í dag að halda áfram en tilkynnti fyrir helgi að hann ætlaði kannski að segja af sér því bara það er miklu fleiri svona mál í gangi heldur en komið fréttunum bara þetta er aðferðlega aðtakara og svo var Varoufakis átt að vera meirind á Palestínufundi í Berlín Jannis gríski fjármálaráðherra fyrrverandi og það var bannað og lögreglan kom inn á fundin og ég meina honum var bara bannað að koma til Þýskaland það var bara og þetta er náttúrulega bara þetta er að gerast í Evrópu núna og í fjölmjölum og ríkisfjölmjölum þú veist, ég er einhvern veginn meira þarna en í fótboltafréttum eða Gísla. Og ein ástæða fyrir því að og þú ferð aldrei að vita þetta í íslensku fjölmjölum. Nei, aldrei ekki sett frá því. En ein ástæða fyrir því að samstöðin er í útvarpi og sjónvarpi er bara að hafa egginn svona í fleiri körfum eða ég veit ekki hvernig að orða það, að því að við náttúrulega lentum í rosalegri svona bara Facebook drap okkur niður á tímabili það dreifðist ekkert sem við gerðum Já, það hefur verið tilkynnt forvarnadeildin hefur tilkynnt það var kom í eitt skipti og svo var bara lengi á eftir maður sá það bara að því að maður er fljótur að læra að sirka svona efni ætti að fá sirka svona svo var allt í einu verða bara kannski svona 7% af því sem áður var en það var allt í einu bara kemur bara rísa hönd og kæfði okkur hérna á tímabili Var hún blá? Þú var svona blá leit svona bláa höndin Nei, en þetta er náttúrulega bara stórmerkilegt því nú hef ég nú er eiginlega svo komið fyrir mér einmitt á þessum ákveðna Facebook blaðsíðu sem ég kalla svo að það er eiginlega alveg sama hvað sem sagt mér er sent, það er allt svart það er búið að taka bara því það er bara búið að ákveða það allt efni sem að ég hef áhuga á sé sannlega terroristefni þú veist eða með svona ofbeldi eða afliminum eða eitthvað svo leið að það er bara blokkarað og þetta er alveg rosa merkileg og verið gaman fyrir einhvern einmitt mannfræðingin að stúdra þetta eða einhvern sem hefur áhuga á svona social media Það er náttúrulega ekki hægt að hafa samfélagsumræðu á þessum plattformi Nei, sem er einhverjir þríkallar, einhverjir ríkikallar sem að stjórna eitthvað við erum að segja Akkurat
Það er svona dálítið erfitt, Ég veit ekki hvað að kalla svona lýðræðisríki, sko. Þetta er ekki að fara út með kassa bara. Nei, og þegar ríkisfjölmiðlarnir eru líka farnir að einhvern veginn stoppa efni, það var alveg fyrir mér svona. Ég var á fundi í Norrænahúsinu, bara hérna fyrir nokkrum dögum. Það sem að, til dæmis sko, var svona pallborð, það var sérst fundur alþjóðamál, hvert stefnum við í alþjóðamálum. Og það er sérst svona pallborð, það sem að stjórnmálamenn sérst fá svona eitthvað svona, þú veist, eitthvað tíma. Og svo að vera fyrirspurnir og sal. Það sem fundastjóra á að stjórna. Svo farin hringur og það verið að tala bara, hérna, þú veist, hervæðingu eða hvers konar svona, hérna, eða varnamál kallaði þetta. Og svo segi fundastjóri, já, þið getið farið að undirbúa spurningar og sal. Ég ætla að fara annan hring. Svo fer hann annan hring og þetta er svolítið skrítið því að þetta tekur náttúrulega alltaf tíma fyrir fólk að vera svona með framsögu sko hvert og eitt málefni. Og svo þegar síðasti stjórnmálamæðurinn hefur lokið þessum hring 2, þá segir fundastjóri bara, ég ætla að halda tímarama, fundinum er lokið. Þá var mín svolítið fói, verði ég að segja, að ég hafði nú bara margar spurningar svona, sem ég hefði viljað fá svör við, sko. En þetta er svona hluti af þessu, sko. Sigmundur Ernir Rúnarsson, mjög vanur fjölmiðlamaður. En Guðni var með mjög fína, ég var á þessum fundi morgunni, Guðni forseti var með mjög fína ræðu þar. Já, sko, en sér að þetta er náttúrulega, þetta er algjörlega fatalt, sko, þú veist, að bjóða upp á svona hluti, sko, algjörlega fatalt. Nei, það verður að þakka niður á ýmsum sviðum. Þetta er líka eitt sem hefur breyst, hérna, það er alltaf blaðamannafundur, svo bara monólógur, og svo sagt svo ætla ég að tala við blaðamenn hérna bakvið. Þetta er ekki blaðamannafundur, þetta er bara að fá sent fax. Já. Og þú veist, þetta verður svo lélegar upplýsingar út úr þessu, af því að þetta getur tekið kannski sæmilegt viðtal, en það er miklu betra fyrir að hafa allar spurningarnar og sjónarmiðin sem að koma úr spurningum hinna með. En er ekki bara rökin, alltaf sé ekki hægt að rökstiða þetta til dæmis með, þetta sé af öryggisástæðum? Öryggisástæðum? Mikið skapur í fjölmiðlunum að láta þetta yfir sig ganga. En hvernig það? Eða bara neita þessu og ef það bara lappa í burtu, neita frá fundi. Hvernig þá getur... Ég meina af þú veist, bara að það sé að stafi hætta af fólki, almenningi bara sem er að spyrja spurninga. Þetta er bara eins og er í Hvítahúsinu, þar er hérna fjölmiðlafulltrúin heldur blaðamannafundin í svona dag og það er bara spurningar úr sal og þannig kemur fram svona einhver heldurni mynd heldur en ef bara eitthvað sem að leggur fram. Hvaðan kemur þessi stíl? Þeir bara þú er ekki að fá, vil ekki fá umræðu. Þeir vilja stjórna umræðinu, þeir vilja ekki taka þátt í sko lífræðslu. Ég er að segja það, er það ekki réttlegt þá með væntanlega með því að það sé bara... Það er engin hætta. Það er engin hætta á ferð. Það er bara að segja að ég vil hafa þetta svona. Ég vil ekki mæta öðrum í debatt, ég vil alltaf mæta einn. Og svo bara hægt og bítandi þá bara kemst fólk upp með þetta og allt í henni eru sko viðfang fjölmiðlanna að byrja að stjórna frítunum. Við erum þar. Við erum þar sko núna. Já, verið sko blaðamannafundir þar sem að þeir ekki talaði hvert fyrir sig sko og svo bara við svörum einhver spurningum og það er ekki blaðamannafundur, það er bara einhver tilkynningafundur. Já, það er mjög athyglisvert sko. Það sést að þetta var einu sinni í Hörpu sko, þá blaðamenn koma spenntir sko til að geta að fara að spyrja, bara fóru þau. Bara því miður. Og allir skildu það því þau eru svo þreytt. Þú veist, þetta er bara rugl. Mér dettur nú bara í hug, sko, í þessu samhengi, óbeint, að ég bauð mig framann í stjórn Landsbankans. Já. Það var aðalfundur á föstudaginn fyrir 10 dögum og þetta var svona lýðræðis bara aðgerð hjá mér að þegar frestuðu fundur og vildi bjóða upp á mig og ég vissi að Bankasýslan hafði ekki áhuga á mér en það var gert rosalega mikið til að svona, segja ekki frá því ég tók eftir að RÚV alveg svona var að forðaðist að byrta myndir af þessu og ekkert sagt frá þessu. Ég og Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor sem var hérna í Laugardalsspjalli, vorum 2 svona fyrir utan listan og svo kom fundargerðin af fundinum sko.
fyrst kom bara niðurstöðunar að vera kosið, en svo þegar fundagerðin kom, tók nú viku að bíða þrenni, hún kom bara núna á föstudaginn síðasta, og þá var sko sagt frá því að við hefðum búið okkur fram og svona örstuðum ára hvað við sáðum, en ekki sagt sko niðurstöðunum kosningunum. Að ég fekk sko 14 atkvæði af 28 gildum atkvæðum, en það voru náttúrulega smáir hlutafar. Og þú veist, atkvæði, bankasýsluna gildi náttúrulega, þú veist, margfald, trompaði, en þá var verið að fela það í fundagerðinu og þú veist, ekki það skipti mjög máli, en þetta samt hérna. Nei, þetta svona bara fínt dæmi, sko, ég meina, og í raun og veru búið líka við einhvern veginn svona veruleika þar sem að, sko, valdið getur bara sagt hvað sem það skiptir eiginlega engu máli hvað það segir, og til að mynda á þessu fundi þá var hérna Birgir Þórarinsson var sem sagt einn af þessu fólki sem var að tala þarna mikilvægi varnarmála á Íslandi og hérna og ég ætlaði að spyrja sko, þú veist, þessi orðan sem hann fór með þarna í október einhvern tíma þar sem hann talaði mikið áhuga maður bakarofna, þar sem að hann bara lýsti því yfir fyrir land og þjóð í pontu á Alþingi að lítil börn hefði verið aflimuð, sko, hoggið að þeim höfuðið og þá, sko, það voru þannig, sko, lýsingar á einhverjum atburðum sem að bara, þú veist, sjokkurðu marga og náttúrulega sérstaklega Ingu Sæland sem að eiginlega féll bara saman í pontu á eftir honum. Hann hefur aldrei þurft að leiðrétta þessar lygar, þetta náttúrulega bara lygar og þvætningur frá upphafi. Þú veist, hann hefur aldrei þurft að svara fyrir þetta, í raun og veru ætti að reka manninn bara úr vinnu. Þú veist, ég menn þetta ekki eins og, þú veist, það er búið að afsanna alla þessar hluti. Hvar eru þá fjölmiðlar þarna að spyrja ekki einu sinni? Þeir hafa bara, maður spyr sig. Kannski, það eru þetta vítarhingur, af því að þeir hafa ekki lengur kannski, það er ekki blaðamannafundur. Það er ekki blaðamannafundur. Þannig að þeir veit ekki hvernig þeir eru að spyrja. Það er svona stemmingi á blaðamannum að við svona láta lít út eins og þingið okkar funkari og við svona láta eins og það sé allt í lagi. Já, kannski. Kannski er það. Það má eiginlega ekki það má eiginlega ekki ræða það hversu veik staðan er á mörgu sviðum. Hömrum á því hvað við búum miklu lýðræðisríki, en lýðræði er löngu dautt, sko, það er ekkert lýðræði hér. Þetta er svona meðvirkni. Við veistum miklu meira umræða þessar breytingar erlendis heldur en hér. Já. Miklu meiri. Það var sko, þegar að Landsbankinn jarðaði SÍS, tilkynntum andlátið, þá var blaðamannafundur í Grindavík og ég fór þar á flera fólki, þá var blaðamannafundur og þeir eru eitthvað að segja, Sverrir Hermannsson og hvað hér að segja, Vísa líka Halldór, það kemur það til og þeir voru svona frá aðalgæjarnir frá bankanum og svo þeir að segja okkur eitthvað, ég segja svona fyrir ekki, ég að skilja ykkur rétt að spari fyrir Reykvíkinga séu notu til að lána í fyrirtæki út á landi. Þá sagði Halldór Guðbjarnason, þá sagði þá sagði Sverrir, svaraðu manninum og þá var það þannig sko að þá var það máli sko. Það var vissaldir að vera að gera það SÍS, það var ekkert svo merkilegt en þetta að spari fyrir fermingabarnan og hlusirni Reykjavík voru notuð til að halda upp í fiskvillunni og Bíldudalið eitthvað sko. En þá kom þetta frá aðalbankaþjónum, svaraðu manninum. Já, sem bara... Hann var svona kjarnistur. Já, hann var skemmtilegur. Uppáhaldsfyrirsögnin sem ég gerði eftir honum var það að vera að reka fyrirtækin lóðrétt til annarskotans. Það tekið kortir fyrir brentun. Já, það vantaði einhver vissu. Það var mótni alltaf að reyna að redda einhverju, sko, þá kemur alltaf inn eitthvað svona til að hafa á forsíðunni maður. Þetta er mjög flott. Já, hann var fín og Gvendur Jaki líka. Það er eins og þegar við áhyggjur af stöðunni og umræðinu í lýðræðislegu samfélagi okkar. Já, nema hér. Ég er náttúrulega bara búin að missa trúuna á lýðræði, ég meina það er ekkert lýðræði. Mér er svona mjög áfram það svona við svona áttum okkur alltaf á því sko hvar við erum stödd og vinnum út frá því. En sem ekki reyna að ljúga því að okkur sjálfum að við séum stödd einhvers staðar annar stað. Þessi 2 nýjustu mál af þinginu, frumvarpið sem fór í gegn með fákeppnina og eitthvað menn ennþá óljóst hvort að menn ætla að laga það að breyta það farið í gegn og svo var nú hér í spjallinu og ykkur helgina meira sé að sko stjórnmálafræðiprófessor eitthvað
að verja eins og þetta væri nú að fara að breytast eða lagast og svo var hann hérna einhver formaður nefndarinn á Framsóknarflokknum á Sprengisandi og eftir mér gerði líka eitthvað að segja að hann vildi þetta ekki en það liggur ekkert fyrir. Frumvarpið liggur fyrir. Hitt frumvarpið orðið að lögum og svo eitthvað að vera að tala samt eins og þetta sé kannski eitthvað annað. Það stemmingin svona hvað þetta reddast. Já, þeir eftir að fiffa þetta eitthvað til. Þetta bara of stór biti, Það er svona margt sem hefur unnið í gennum þingið sem er afleitt. Ég veit ekki á hverju maður ætti að treysta því að þingið redda allir. Ég skrifaði leiðar þetta, mér blöskraði þetta svo að bara byttu réttaríkið, hvað er orðið það ef að það verða lögbinda heimil til fákeppni og það með sér sjálfstæðisflokkur sem stendur fyrir því og verða lögbinda gegn samkeppni og síðan verða að fara með þetta frumvarp sem liggur fyrir núna og ekkert annað liggur fyrir en eins og stjórnin ætli að fara með það gegn að lögbinda ótímabundna norskra auðmanna á hafinu og það er ekki einu svona hægt að ná fjölmiðlaumræðum. Nei, eða kjaftaðið orkuskortun til dæmis, það er alveg sama hvað við tölum við margar sérfræðinga og við vitum öll að þetta er bara bull. Þetta er allt svona strax bara fyrsta daginn eftir nýja stjórn þá var bara strax byrjað á þessu, jæja þá er að þessi, við leifum aftur þessa virkjun, það bara allir sérfræðingar og allir, ekkert bara sérfræðingar og almenningur og allir sem hafa eitthvað málið að segja, talandi lýðræðið, það er alltaf stróka út núna, hvað eftir annað. En það er líka fyrirmyndin skýr, ég meina þú veist við höfum við höfum náttúrulega bara þú veist þessa ég veit ekki hvað ég á eiginlega að segja en við höfum þessa fyrirmynd þar sem að æðstu valdamenn heimsins í löndunum sem við viljum bera okkur saman við sem eru til dæmis Bandaríkin sem ljúga bara þú veist, tróða bara hverri líin upp í opið geðið á öllum þeim sem að heyra vilja og þú veist, og lög og regla skipta engu máli. Við sjáum það bara. Þú veist, það eru þverbrotin alþjóðalög, það eru stríðsglæpir framdir, það er ekkert gert. Ekkert. Akkurat ekki neitt. Og ég meina hvaða litla friðsama Ísland að gera þegar hún hefur þetta fyrir sér. Og einn punktur enn með þetta, það er eitt frumvarp, það er orkumálastjórinn sem var að fylgja rammaáætlunum og lögum leyfisveitingarna, hún var til trafala í þessum orkuöflunar gerfi orkuskortsvirkjana æði. Frumvarpum sammenningu við umhverfisstofnun, það tók nokkra vikur en býta samanburðurinn að því að ég var að vísa í Landsbanka, það búið að taka 2 ár og ekki komið frumvarp hvernig eigi að sameina eða leggja niður bankasýsluna sem þó var tilkynnt á 3 manna blaðamannafundi. Það voru allir sem að hlýddu og gengur í takt, þannig það liggur ekkert á því, en það liggur á því að ef að þú gengur ekki í takt, þá verður lagður niður. Það er stemmingin. Herðu, þetta er eldurspartí, þannig að þið verður að fara fram og það gefur annar eftir smá stund. Við tíum örstulli. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Það er aðkomin nýtt fólk. Hér er Sara Stef Hildar sem hefur verið með feminískar fréttir á Samstöðinni. Það ekki? Passar. Og Sanna Magdalena Mörtudóttir sem hefur verið með alls konar þetta. Alla borgarmál. Einmitt. Karl Héðinn Kristjánsson sem er með marga þetta líka. En ýmismál, ekki allan svo á málið. Ýmislegt, samfélagsmál, félagshyggju, fréttir. Og verið með þetta í fortíðinni, komið á vinni á Rauðaborðinu. Miðnætti í Kænugarði sem er. Ég getur ekki sett sæla minningar. Það var stofnað til þess að tómum leiðundum sem er stríðið í Úkraínu. Kristinn Theodórsson sem er með sinna eigin þátt Heimsmyndir.
Akkurat. Heimsmyndir, fleirtala. Heimsmynd var blað. Já, það. Hvað segir þið? Það er bara gott. Við byrjuðum á að tala fjölmiðla og svo bara fórum við að tala það var svolítið þetta er svolítið heimur versnandi fer. Stemmingin þaðan? Já, það var eldhúspartíi frammi áðan, sko. Já, við vorum þar líka. Við vorum að tala svona hægri sveiflu sem að mælast hjá karlmönnum við sem verum heim. Það var nýlega rannsókn þar sem að í Suður Kóreu virðist þetta vera verst þar sem að ungu mennirnir að fara mun lengra til hægri og konurnar að fara konurnar að fara mun lengra til vinstri. Vorum að velta í fyrir okkur hvað að valda þessu og höfum smá áhyggjur að því. Það er að vera að bjóða svona, vera að selja fólki einhverjar hugmyndir, íhaldsamar hugmyndir sem lausn við vandamálum samtímans en ekki raunverulega lausnir að fara tilbaka í gömlu félagslegu mynstrin og hlutverkin þegar raunin að við þurfum félagshyggju, allavega að mínum mati, að það þarf meiri jöfnuð og það þarf raunverulegt lýðræði. Já, og segir Suður Kórea, sko, konur þar að fara í svona fæðingarverkfall. Við vorum einmitt hérna að ræða verkfall líka. Kvennaverkfall. Það fara í fæðingarverkfall? Það er að fara í fæðingarverkfall, já. Hvernig virkar það? Það er bara að neita að fara í samband með hinum og neita að fjölga sér. Það, til þess að það virki þá þarf að vera að standa yfir í svona 14 ár. Já, þetta er búið að standa yfir núna í einhver misseri. Mjög lág fæðingartíðin í Suður Kóreu. Það er eitthvað mikil tókstreita þannig. Það er líka hér. Það er eftir að koma tölu fyrir árið 2023 en árið 2022 þá féll hún bara þannig að við erum að nálgast að því við alltaf svo hátt þetta. Við erum að nálgast það sem að kannski er ekki lagast en svona í lagar í blokknum. Ef það heldur áfram, þetta sem gerðist 2022. Þegar hún fjall svona hratt eða mikið? Já, því að maður vil kannski sjá hvort þetta hafi verið bara eitthvað frík ástand. En það var mjög lágt, sko. Það myndi þýða það að ef að kynslóðu þín er 1000 manns, þá næsta 750. Og ert þú ekki góður í 0,75 töflunni? Nei, þetta er áhugavert, sko. En við erum eins og færingar á svona fjölda, á svona tæpriöld. En við erum ekki að nálgast asísku þjóðirnar í fæðingartíðinni eða? Jú, við erum að nálgast þá. Þetta er líka bara ekki badvænt samfélag. Ísland. Bara heimurinn, já. Og heimurinn og Ísland. Já, mér finnst þetta alltaf svo áhugavert svona samtölu fæðingartíðinni. Já, af því að það er eitthvað sem er að gerast bara í menningu okkar sem að veldur því að fólk eignast ekki börn. Það er ekki kannski líka, og efnaðaskerfi kannski fyrst og fremst, það er dýrt að lifa, dýrt að koma sér fyrir og hvað þá eignast börn og geta séð ágætlega þau. Og það er kannski, myndi ég halda allan fyrst og fremst það að fólk hefur ekki alveg frelsið til þess að eignast börn og líða vel með það, að líða eins og þessi örugt, efnaðaslega. Já, ég man eftir konum bara minni kynslóð sem að sögðu bara, við höfum bara ekkert efna á meira en einu barni, þannig ég veit ekki hvernig yngri kynslóðir hugsa þetta, sko. Það er allavega ekki einmitt, eins og Sanna segir, þetta er ekki barnvænt samfélag, ég meina það er búið að standa yfir verkföll foreldra eða ekki, eða svona samstaða í ráðhúsinu síðan vetur vegna skorts á leikskólaplássum, svo séum við heimgreiðslurnar sem er líka svolítið skuggaleg þróun, Hafnarfirði og Kópavogsbæ. Þar segir fólk sem á börn, sem eru eins árs, rúmlega það, þau segja að þið verðið að taka við barninu, annars hefur við ekki efni á að borga húsinu. Segja við hvern? Þarna niður í ráðhúsi. Já, niður í ráðhúsi. Já, ég meina þetta er bara hrikalegt ástand, sko. Ég vinn með ungri konu sem er með fyrsta barn og ég vinn í 107 póstnúmeri og hún býr í 101 og þau keyra sko í Hafnarfjörð tæpan klukkutíma í morgunumferð til þess að fara með barnið til foreldra hennar til þess að vera það yfir daginn, barnið er 1 árs og er að bíða til leikskólaplássi og þau sjá ekkert fram á að fá leikskólapláss. Svo fer hún, keyrir tilbaka, mætir í vinnuna og svo tekur annað eins við. Ég meina hún geti búið upp á Snæfellsnesi líka við. Með þennan akstur. Þetta er svakalegt. Svolítið fleiri skref þannig. Já, líka bara svona, þú veist, svona umræður einmitt sko, heimgreiðslur og fæðingartíðni og allt þetta svona álag á konur sko í samfélaginu. Mér finnst það líka bara, þú veist, þetta var bara einhverju svona, svolítið svona ókveikjandi ljósi á stöðu kvenna, sko.
Af því að ég meina Stalín sko hérna, ég ætla ekki að fara í einhverja svona nostalgíu, en sko Stalín, ég meina hann tók réttindi af samkynhneigðum og raunverulega setti þau bara á sama bás í svona tvíkynja heim til þess að ná upp aftur fæðingartíðni. Það virkaði ekki. Það virkaði ekki. Ég fór að leita þessu að því að hérna, þú veist að tala svona unga hægri kalla sem eru hérna íhald sem nýja róttækni sem svolítið fyndið sko. Það veit aldrei hvort að mennindir síðan að því að þeir líti alltaf út eins og svona einhver svona grín persóna í Woody Allen mynd sko. Muni ekki eftir hérna Woody Allen myndinni þegar sem að hvað var aftur sem komið við drengi sem allt í henni var svona mikill frálsökjumæður. Ok, en þeir virka þannig eins og þessu grín persóna. Og ég fór eitthvað að skoða þetta því að það var hérna, ég held að það væri Snorri Másson sem var að segja út af, var að tala umræðu sem hafi verið hér við Rauðaborðið að hérna, eða eitthvað, gott að ég skrifaði eitthvað, ég man ekki, að því að fæðingartíðnin að minnka og við erum innflytjendur sem heldur sko aldurspíramídunum heilbriðum utan frá séð, þetta ekki heilbrið sem að gera þarna en utan frá séð virkar hann heilbriður. Og þá var hann eitthvað að fussa yfir því að við þyrftum á útlendingum að halda til þess að við erum bara að keyra upp fæðingartíðnina. Þannig þá fór ég að googla út allt og það fasistannir á Ítalíu með þetta og örugglega einhverju kallar í Suður Kóreu og út allan heim eru svona kenningar, Le Pen í Fraklandi og svo getum að fara aftar og þannig þú nefndir Stalin og svona og Hitler var líka með svona. En þetta hefur aldrei virkað. Hitler fór út í það að þetta virkaði ekki, þá fölsuðu bókaldið með að fara inn í Austur-Evrópu og ræna börnum og koma þeim hérna inn í fæðingartölunar og Þýskalandi. Þetta er bara svakalegt. Þegar þetta gerist, þegar það minnkar fæðingartíðni, þá er þetta eitthvað svo, þetta er eitthvað djúpstætt. Þetta tengist eitthvað, bara, þetta er djúpstætt í menningunni, sem að þú getur ekki gert eitthvað með einhverjum piffjum. En er þetta einhverju leyti samfélagsmiðlar og svona ungt fólk er að skoða sig rosalega mikið í svona fullorðnum samhengi, allir samfélagsmiðlarnir eru uppfullir af metnaði í einstaklingshyggju, útliti og frama og einhvern veginn svona minni fjölskyldu stemning og fólk bara... Mér finnst það einmitt vera sko að það sem að við vorum allavega að ræða við Kalli hérna og Sanna fyrir hérna í okkar fyrri samtölum, þá vorum við einmitt að ræða sko hvernig slagsíðan er einmitt svo að gangast inn í þessi hefðbundnu hlutverk. Hjóna og barnegna. Í þessari þessi bakslægi sko. Já, en hérna við erum bæði með sko eins og Gunnar sagði áðan, það er svona, nú þykir að vera hálfpartinn róttakt að vera svona spínlega á móti þessari vinstri slagsíðu. Það meira það ekkert vinstri slagt, þetta eru gæjar sem eru andfeministir og fullir af kvennfyrirlit. Þetta er Jordan Peterson. Þetta eru bara fasistar svona, léttfasistar. Þjóðernisrembingsgaurar. Já, og þetta fjallar bara hvernig þeir ætla að skilgreina, leikreglunar, hvert þeir ætla að setja konurnar, þannig að þetta er bara svona verið að domestikita konuna aftur. Eftir seinni heimstyrjöld þarna, þegar konur fara aftur inn á heimilin, þá verður svona rosaleg sprenging í svona reyngerninga innaði, konur verða sérfræðingar í að þrífa heimilin. Er þetta ekki rétt með farið svona ártalsirka hjá mér? Núna er þetta rosalega mikið svona förðun, en ég meina, hvað hétt hún, Solrún Diego var nú í einu áramótsskólanum þegar hún var að hreinsa greinar. En þannig að fókusin sem konur eiga að taka eru núna, þetta er alveg sjúkleg árátta sko, að verða ofurfallegar sko, alveg svona dúkkugerðar sko, ég meina þannig að... Og forseti. Mér er samt aðeinsverð sko að þið tala einstaklingshyggina, ég held að þetta sé sko tvíþætt að því líka bara fyrir konu, eða marga konur eru líka bara eitthvað herðum, ég gengur vel í vinnunni minni, ég er að klífa upp metrastigan, ég get ekkert fara að eignast barn núna, það er líka alveg inn í þessu, hvernig ætla ég bara að láta dæmi ganga upp. Hvað getið tróðið barninni í mitt líf? Já, ekki endilega svona nýfrjálshyggju, heldur bara hvernig ætla ég að lifa þetta af, þetta kerfi. Já, akkurat. En svo var Helgi í Hrafnindagi með punkt þarna, sáu það. Hann var með pælingu að bakslagi var að einhver leyti svona óheilbrigð umræðuhefð að það væri búið að vera svona hálf þrúandi þöggun sjónarmið sem væri svona á skjön við félagshyggjuna og það væri að skapast eitthvað viðbragð því sem væri ekki endilega róttækt í ykkur kallrembu, heldur bara róttækt í vilja til þess að skoða fleiri sjónarmið sko.
Það á skjön með félagsíkjuna sko, það heldur ekki alveg vatni finnst mér sko, því það bara rekin hérna hörð hægri stefna hér og viðsvegar annars staðar. Já, pólitískt. Kannski svona pólitískt, í skólaumhverfinu kannski svona stemning sem getur skapast og ekki alveg nógu svona faglega kannski, að maður segja farið að því að sko vera viðkvæm í umræðinu allt sko, en þú veist, oft þegar menn að segja að það þurfa að opna umræðina og það eigi ekki að slaufa fólki og svona, þá þeir bara viljaður bara að það sé þannig að þeir megi vera rasistar að sé ykkur að mótmæla þeim sko. En eitt með fæðingatíðnina að við sjáum það í fátækjarlöndum þegar þau verða háþróaðari að þá minnkar fæðingatíðnin og það virðist vera bara þegar konur fá meiri menntun og tækifæri til þess að ákveða þetta sjálfar að þá eignast þær færri börn. Þannig að stærsta breytingin þegar fólk flytur frá sveit í borg, því að í sveitinni þá eru börnin vinnuafl og þegar flytur í borgina að þá fækkar það og ég var svolítið í Vestur-Afríku og þá sá maður að það sem var að gerast þar var svona bara kannski svona tæplega kynslóð eftir því sem að gerðist í Íslandi og þá það bara hvað þú mörg að flytja á mölina varst þú hluta á mörgu sískinum en fóreldræðinir og þá sá maður þetta bara nákvæmlega sama að gerast sem eru að því að það bara breytist allt að börnin eru byrði í borginni það koma á leikskóla en í sveitinni það var þannig bara þegar ég var ungur að það voru börnin bara að vinna af, ég var eins og sendur í sveit og ég gerði uppreist að ég tók eftir því að þetta er ósækjart vinnustöður, eða þú veist, heimur svo yngsti gerir allt sem hann getur svo sem næst yngstur gerir allt sem hann getur sem að svo yngsti gerir ekki og ég bara upplifið það að ég var alveg neðstur í goggunaröðinni gerði mér upp tíhósta já, en ég myndi náttúrulega bara allt öðru í þessi samfélag sko. Þetta eru náttúrulega bara mjög ólík samfélag náttúrulega landbúnaðarsamfélag og svo borgarsamfélag það er eitt sem að því að það er talað hvað veldur þessu það er nú mann ég ekki hvað hann heitir hann er rússneskættaður professor í Bandaríkjunum og hann stúderaði bíflugnabú og þú þarft að vera ógeðslega góður starffræðingur til að ná utan allar þessar bíflugur hana sem að hreyfa sig og svo fekk hann alltaf áhuga á svona félagsfræði og svo sögur, þannig hann að reyna að dæla inn í eitthvað svona reikningslíkan ógeðslega mikið af upplýsingum til þess að skynja sem að það þannig í bíflugnabúinu að bíflugnabúi fer í eitthvað svona sveiflur upp og niður sem eru ótengdar lífi hverjar og einnar bíflugu það er eitthvað svona ferðalag sögunar sem eru og hann langaði til þess að finna þetta inn í mannkynssögunni og hann dældi inn alls konar svona upplýsingum og hann var að bjóð til sem hann kallar þetta helix sem ég man ekki hvað hann kallar helixin en það er þess að tveir ásar annars vegar ás sem er byggður upp á róstri stríði átökum í samfélaginu glæpum og öðru slíku og hins vegar það sem er byggt á meðal annars fæðingatíðni hann er líka með giftingaraldur og eitthvað svona sára einfalda hluti og svo hann spurður að þessi býta akkurat með þetta þá sagði hann, ég var með allt ég var með sko 300 atriðan inni en ég komst að því að þetta dugði mér því að allt sveiflast þetta eftir sömu ásnum og svo það þannig að ásinni þannig að þegar að fæðingatíðni fer niður að þá er upplaust í samfélaginu og stríð og bara djöfulgangur og svo þegar að stríðið hættir og það er hann er líka með jöfnuð og annað slíkt og þegar það verður meiri ójöfnur í samfélaginu að þá fellur niður fæðingatíðin og well-being þráðurinn hann fellur en átökin og róstrið í samfélaginu skýst upp og svo þegar hann stillir þessu upp yfir svona 300 ára tímabil að þá er vondi ásinn okkar hann hefur aldrei verið hærri í sögunni hann er að spá bara upplaust Bandaríkjanna þriðju heimsstyrjöldinni þetta er rosalega stuttur tími 300 ár þetta er mjög, þetta er rosalega stuttur tími mjög erfið vísindi að reyna líka já en ég meina svo, ég bara alveg svo Magga-Stína er búin að gefast upp á lýðræðinu að þá er ég alltaf svo ótrúlega örg yfir þessu feðraveldi og að því þú veist það er bara það vantar bara 50% af hugsunni inn í alla ákvarðanatöku þú veist þannig að öll kerfin sem að við ætlum að kalla siðmenningu eða vísindi eða kennslu og þú veist háskólamenntun og hvað þetta er ennþá bara svo ótrúlega stuttur biti af tímalínu. Ófært að skilja heiminn.
Já, ég meina, þess vegna þetta allt í steik, ekki satt. Ég meina, þetta ekki að ganga mjög vel. Þessi langi ingangur var það að hvort að við ættum að líta á fallandi fæðingartíðni sem eitthvað svona bara það er eitthvað stórkostlega alvarlegt í samfélaginu. Traustið að hrynja, trú fólks á framtíðin að hrynja, þú er svo veika trú á framtíðinni að þú treystir ekki til að halda á litlu barni á mætinni. Er þið komið þangað? Ég held að. Maður spyr sér alveg, sko, er bara rétt að koma að velja að, koma með barn inn í heiminn? Er það bara eitthvað... Er það siðferðislega rétt að bjóða barni upp á þetta? Er það siðferðislega rétt að koma ekki með barni í heiminn? Og svo öll börnum sem að ekki foreldra í heiminum. Já, en þetta ekki beint vandinn, sko. Vandinn það sem skapar þessa stöðu. Og staðan orðin svona, vegna þess að það eru bara, að mínu viti, eftir sem ég hef lesið og skoðað og googlað, að þá eru þessi kerfi sem við byggjum þetta alltaf á, þau eru, sko, 50% lacking. Þú veist, það vantar 50% af brain power hana. Vegna þess að restin af mannkinni, þeir sem voru ekki fjárhagslega sjálfstæðir og náðu völdum og hafa hannað þessi kerfi, restin hefur ekki fengið aðganga að þessari ákvarðanatöku og þá komum við aftur bara jafnvel að þessu líðræði. Þú veist, það hefur ekki verið praktísir að raunverulegt líðræði. En er þetta ekki allt mjög tengt, kannski mest efnislegum þáttum? Hversu erfitt að eignast barn, áttu efna því, hversu langt að leikskólan, hversu mikið vesen það? Er þetta ekki númer 1, 2 og 3 ef fólk orðið svona raunverulega efnaðslega sjálfstætt sem einungis sagt að gera með félagshyggju sýnist mér og held ég að þá myndi fæðingartíðni held ég að hækka af því að fólk bara sæði sér betur fyrir að geta eignast börn og haft það notalegt á sama tíma, það væri ekki einhver rosa svaðil fyrir að gera það, sko. En svo eru náttúrulega framtíðar horfurnar kannski svolítið dimmara með margt að gera, ekki að það sé ekki hægt að grípa inn í og gera hluti til þess að koma í veg fyrir það versta, en eins og einmitt, og þá fólk ekki með svona samhæða sín hvað það er að gera og hvert það er að fara. Við erum í mjög mikil óreiðu upplausn, það ekki sterk hugmyndafræði í gangi. Er ekki mannfjölda myndin svona eins og meðaldra kall mýstru? Núna, það ekki þannig? Okkur. Nei, við erum bara eins og eitthvað svona vasi bara. Við erum bara í Íslandi því að mann fyrst að byrja að tala þetta við erum eldast, því að það verður svona 84, 85. Aldurspíramidin betri á Íslandi þetta var þá. Það út af fjölda innflytjenda. Við erum svo ógeðslega heppið samfélag. Við fengið svo mikið fólk sem flytur hingað á vinnualdri. Þannig að við erum ótrúlega healthy með við aðra þjóðir, En nú eru heimspekingar og siðfræðingar sem hafa velt því upp að nú á tímum hnattrænar hlýnunar og misskiptingar í heiminum þá sé hreinlega ekki siðferðilega rétt að eiga börn. Og hugsanlega það líka svona stressvaldur í samfélaginu að fólk að horfa á framtíðina burt sér frá félagslegum þáttum, heldur líka bara umhverfisáhrifum. En þá það trúaði að okkur takist ekki að leysa þetta vegna þess að völdin í höndunum þeirra sem ætla að keyra okkur á vegginn. Að luta til, eflaust, já. En við þurfum að breyta samfélaginu svo að sé bara gott að eiga börn og búa með börnunum sínum og líka ef maður hugsa bara, eins og samfélagsumgjörðin, hvernig er hún hönnuð þannig að þú getir, ræktað góð félagsleg tengsl við annað fólk, átt í nánum samböndum, byggt upp einhvern veginn svona góð sambönd við fólk í lífinu sem þú ert að reyna að kynnast og eitthvað svona, eða þú ert ekki beint eitthvað að kynnast framtíða makanum, eða þú ert kannski að leigja íbúð með fullt af öðru fólki sem þekkir ekki það mikið, alls konar svona líka vangaveltur sem spila inn í, varðandi bara stöðu þeirra að vera settu, hvernig þeir sjá framtíðina fyrir sér, sem þarf alveg líka að taka með inn í reikningin, myndi ég halda, sko. Og út úr stressaði vinnunni og svo einmitt þessi einstaklingshyggja á seinni tíð á þessum tímum núna, menningin okkar finnst mér alveg bara hrikaleg með ótrúlega margt því hún svo yfirborðskennd og snýst svo lélega hluti, myndi ég segja, eins og bara persónulegan frama og efnislega stöðu, peningar og völd og það eru gildin sem að eru haldið sem að tekur allt fram fyrir barn, sko. Já. Það bara tjúlumenning, hún búin að tapa sér. En ef við myndum skipuleggja samfélagi út frá bara þörfum barna, þá væri hægt að laga svo margt. Ef við hugsaum bara, hvað er besta fyrir barnið og börnin núna, þá væri hægt að leysa ýmislegt. Varðandi efnaðslega stöðuna, þá var einhver rannsókn í háskólanum sem að birtist fyrir svona 1,5-2 mánuðum sem að sýndi að fallfæðingatíðinni er miklu meiri meðal hinna tekjulágu heldur en hinna tekjuherri. Ég minnir þetta hafi tekið verið í 15 tekjufimmtungum og þá munurinn var bara stjarnfræðilegur, sko. Já, ég sá eitthvað í það líka. Var ekki bara 600-700% sem að var líklegra sá sem að er í 20% þeirra sem hafa mestu tekjurnar, eignast barn, heldur hinn sem er neðst, sem er náttúrulega
Þannig að við erum á hraðleið inn í sko vinnuhjúa stöðuna þar sem henni fátöku megi ekki eitthvað spöld eða geti ekki eitthvað spöld. Þannig þeir eru að lifa gjeldlífi en bænda aðallinn hann eitthvað spöldin. Hvað lærið það þessu Kristinn? Það er framtíða sín sko sem mögulega við þurfum að berjast gegn því og það þarf raunverulegt lýðræði, það þarf hagsmunasamtök, stjórnmálahreyfingar almennings, venjulegs fólks til þess að koma og vera með eitthvað mótsvar við þessu, því annars fer þetta bara í þessa átt bara alræði milljarðamæringana yfir öllum heiminum og skít með hérna, skít með 99%. En hvað séð annars? Hvað eru það? Það sem ég sé börnin mín vera horfa á TikTok og svona, það er rosalegur svona heilaþvottur einmitt sko auðæfi að þú átt að verða ríkur og eiga flotta bíla og einhvern veginn skilabóðin þar eru rosalega kuldaleg sko. Hösla til að hafa fínt. Ég sé alltaf meira og meira sko að ég var að segja áðan ég sko með skráð kallkinn á Facebook sem svona miðaldra miðlinn, svo ég líka nefnilega á TikTok með sósíalíska feminista. En ég sé á Facebook-fítinu mínu ég alltaf að sjá meira og meira af ungum konum sem bölva þeim konum sem hafa unnið að réttindabaráttu fyrir þær sem veldur því að þær þurfa að fara út á vinnumarkað. Af því þær segja í þessum stuttu klippum, ég myndi miklu frekar að vilja bara vera heima. Og með eitthvað góðan skaffara. Kannski einn af þessum... Þetta bara hluta af sama... Gaurum sem að karlvartanum? Já, þetta hluta af sko sömu þróun. Þetta hættuleg þróun, þú veist. Og svona fölsk sko mynd leiðina út úr, þú veist, að fólk eru að upplefa spillingu, eru að upplefa hörmungar og sér ekki fram á bjarta tíma og það veit að það er vandamál og það vill leita ykkur en einmitt það er verið að bjóða fólki lausn sem er bara engin lausn, að fara tilbaka í gömlu samfélagsmynstrin einhvern heim sko sem hefur aldrei verið sko og menn eins og Jordan Peterson sem er partur af þessu nýhægri að hann segir við fólk sko, þú átt ekki að vera gagnrýna samfélagið, ef þú ert að gagnrýna samfélagið þá er eitthvað að þér, þú ert vandamálið þú eru að hösla meira, þú eru að vera betri bla bla bla, ekki tala félagslið þættina sko. Sko þetta er allt svona ángar af sömu svona þróunni sem við höfum náttúrulega séð kannski gerast að einhverju leyti í Evrópu og kannski að taka á sig mynd á Norðurlöndunum þar sem að gengið á réttindi kvenna þú veist og og það eru hreyfingar beggja vegna Atlantshafsins sem eru að bara vinna að þessu og svo erum við að sjá kannski með í þessum hlaðvörpum einhvern ánga af þessu að því ég meina hvernig eru allir ungir svona fjárhagslega sjálfstæðir ungir menn bara með hlaðvörp og í áskriftum hvoru hjá öðrum ég skil ekki hvernig reka þetta það er ábyggilega það lítur að vera þannig að það er eitthvað sem maður lætur að fá pening það bara lítur að vera þannig og þeir eru náttúrulega endur að varpa það mér finnst það eiginlega augljós og þegar maður sér það að taka hægri beygju og ótrúlega hægri beygju skilst að broadcastið að það fengið styrk frá Samherja ég þekki það ekki það kemur ekki óvart en mér finnst ég vil bara nefna mér finnst svo gott að vera samstöðinni og geta rætt hlutina að því þú veist nú ef ég reynsla af svona öðrum umræðuþáttum ég held að Silfri sé núna í byrni er þau sann að við verðum aðeins að koma að öðru máli já og sko það er alltaf þegar að þú veist maður byrjar að tala og svo er maður búin að segja svona 2-3 setningar og þá bara eitthvað takk fyrir komina bless og ég er svona er þetta búið bara ég ætla að segja svo miklu meira eitthvað það er ekki hér, það er hægt að sjá sig stundum ferða út í augar það var helgispjalli fór yfir 4 tíma síðast og nýtt nett 4 tíma það var svo gaman það er gott að blessa þetta er frábært sjón en það er líka eitt sem að fólk segir eitthvað, já ég get ekki hlusta á þetta þá sé bara, þú getur farið í hlaðborð og bara tekur það sem þú vilt þú þarft ekki að klára þetta þú getur bara dottið inn og dottið út og græðið þú á því að þegar þú er búin að verða sattur af hlustun að þá segi ég alltaf heyrðum við því miður komumst ekki lengra og verðum að hætta er þið ekki alveg sama út að aðri haldið að fram að hlusta? Jú, algjörlega því að það sem er sko það sem er þið stoppað er þið ósagt en hérna er það sem þið ósagða er sagt það var líka mjög gott í þeim þætti viðtalinu þínu við hann Brynjar kalla að þú eftir 2 tíma spjall þá sagður já, núna erum við búið með inngangin þú fyrir við þess að komast þarna það getur þannig Herðu, þið haldið áfram að gera eitthvað með samstöðinni hjálpa að búa hana til, eða ekki? Algjörlega Herðu, við ætlum að hleypa ykkur fram og taka í næsta hol í eldurspartíð eftir smástund kemur næsta hol Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Allir þættir samstæðvarinnar
eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Velkomin á Samstöðina. Við höldum hérna áfram í eldhúspartíinu inn í svokölluðu ásatíðu innan svokölluðu samstöðar. Og hérna komið fleira fólk sem hefur komið að samstöðinni. Á móti með situr Björn Þorláks. Velkomin. Takk. Þú ert hérna með þætti og skrifa fréttir. Já, það gaman að vera hluti af þessar áhörn. María Pétursdóttir, þú varst á þætti hérna? Já. En þetta búin að vera frá tíma? Já, búin að vera frá núna í smá tíma. Já. Og Pétur Fjeld? En búin að vera frá upphafi bara með þætti í rauninni. Já. Og Pétur Fjeldsteð sem er tæknimaður. Ég get þín stundum hérna í þáttum. Já. Þú er ekki sérst áður hérna með myndælun? Nei, nákvæmlega. Sem synd? Já. Og það er gaman að vera hérna. Já. Og Laufey, þú ert á tökkunum líka. En þú er nú oft verið hérna megin líka. Já, ég hef verið. Sem viðmælandi. Já, ég hef verið með þátt. Reyndar ekki við þetta borð, en þegar við byrjuðum fyrst á Zoom, þá var ég hérna með Hinna Reykjavík, með henni Sönnu og borgarfulltrúanum. Og hérna, já, svo hef ég verið viðmælandi í fjölda þáttar. Þannig að, já. Þetta er svona partí, samstöðarinnar, en við höfum eiginlega ekki talað samstöðarinnar. Við tölum svona fjölmiðla og samfélagið og fæðingartíðinni, eins og fólk gerir í eldhúspartíum. Það er auðveldast að tala samstöðina utanfrá sem gestur. Því leiðum að vera hluti hennar, þá missir maður í rauninni perspektívið sem er oft best þegar maður ræðir fjölmiðla. Það er þetta perspektív utanfrá. Þannig að án þess að þú hefur beinlega spurt mig, þá get ég sagt þér hvernig ég kynnti samstöðinni og hvernig ég fikk áhuga á henni áður en ég var hluti hennar. Það var held ég í ágúst í fyrrasumar að þá bara horfi ég í fyrsta skipti á Rauða borðið. Þá voru þið búin að vera hérna árum saman að berjast. Þið höfðuð ekki náð athygli minni, einhverju hluta vegna. Og það var eitthvað svona augnablikk í frétta Íslandssögunni þar sem að ælan var bara hérna gjörsamlega upp í koki á mér yfir því sem var að gerast í samfélaginu og mér fannst meginstraums blaðamennirnir, fréttamennirnir allir nálgast það sem var að gerast í samfélaginu frá úr kolvitlausri átt og engan veginn með sómasamlegum hætti. Mér fannst allt of mikil mýkt, mér fannst allt of mikil virðing gagnvart valdi í gangi og þá bara á tilviljun dett ég inn á einhverja umræðu á samstöðinni og loksins hvarf þessi firring sem að ég hefði upplifað, að ég hefði ekki upplifað neitt samhljóm með mainstreams fjölmiðlun þarna í dálítinn tíma við það sem að mér fannst vera að gerast. Þarna kom bara steypibað og það var bara málefnileg en líka svona umræða á mannamáli sem mér fjall mjög vel við og ég man að bara sérstaklega þegar ég heyrði viðtal við hann Pál Gunnar Pálsson það ekki, forstjóri samkeppnis eftirlitsins að það var bara, það er hérna rétt eftir að það liggur fyrir að Samskip og Eimskip hafa gert með sér glæpsamlegt samráð og annað fyrirtækið hérna viðurkennir það og öll umræðan á Vísi og mbl.is var farin að snúast hve miklir vinir þeir væru einhverjir forstjórar, hvort veitur lags saman, hvort hefðu boðið hvort þeir að veiða lags saman, allt komið bara, þú veist, í skrúuna engin gagleg umræða lengur boltinn löngu horfinn á því sem var að gerast, en þá kemur hann þarna í spjall, allir það hefði ekki bara verið í þætti hjá þér. Þetta var Synir Egils held ég. Synir Egils. Það er bara næst fyrsti þáttur, ég manna ekki. Og hann talar mannamál. Og það var í fyrsta lagi mjög áhugavert að heyra embættismannin tala mannamál. Að heyra embættismannin tala það hvernig að þeim var sótt, hvernig var verið að skera niður fjárveitingar á sama tíma og ekkert mál er mikilvægara fyrir okkur neytendur en að við séum einhverja stofnanir, einhver tæki til þess að vernda okkur gegn þessum bóum sem vinstri hægri að skipta mörkuðum á milli sín með glæpsamlegu samræð og hækka vörur í hafi og þetta ættu að vera ræðum alla daga en umræðan hafiði farið jafn langt frá kjarnamálsins eins og gatorðið, hann kemur þarna og ég fæ áhuga á samstöðinni. Það var spurt öðruvísi, hann fekk tíma til að klára setningarnar
og öll nálgunum var þannig að eftir það fór ég að fylgjast með þessum fjölmiðli nánast daglega, þá daga sem búið var upp á nýja áskrift og það eins og hverjum tilviljun að ég sé svo orðin starfsmaður samstöðarinnar, gleðileg tilviljun myndi ég að segja, en ég reyni alltaf að halda í þessa minningu af því ég man svo vel hvernig mín kynni við samstöðuna voru. Eftir það verður maður samdauna einhverju, maður hættir að sjá sig í réttu ljósi af því maður er hluti af einhverju kerfi sem að núna okkar kerfi, þetta samstöðakerfi, en já, ég ákvað bara að opna þetta á þessari sögu. Það varandi það að þú hefur fyrst skoðað þetta í ágúst, að þá náttúrulega ákveðin kostur, þótt að segja alveg hryllilega löng leið að fara að bara byggja þetta upp á afspurn. Þá það, ég held að segja kostur við það, að ef þú lifir það af, og við lifum það bara með því að bara vera í sjálfbóðvinnu lengi vel og svo á skítalunum og svo aðeinskárunum og það sem að gerist ef að þú reynir að bústa þetta út það sem ætlar að vera, að þá færðu svolítið svona marga einhvern veginn inn í salin og það alls konar fólk að toga þig til einhvern veginn fram og tilbaka og svolítið erfitt að átta sig. En með því að hafa bara farið svona bara skref fyrir skref, að þá held ég okkur að við tekið að búa til eins og svona svolítið nýjan kúltúr og maður finnur það að fólk sem kemur hingað í viðtal, að það orðið vanarði í hvað það inn í hvað er að ganga og það því að fjölmiðlar eru oft svona stefnumót, þannig að það verður svona vettvangur sem að verður til og einhvern veginn, ég held að þessi langa leið hafi hjálpað okkur til þess að búa til einhvern kúltúr sem er afgerandi öðruvísi heldur en hinna. Því ef við hefðum bara allt í einu bara auglýs samstöðin opnar á morgun og bara allir koma inn í salin, þá er rosa erfitt að því að þú stýrist náttúrulega væntingu þeirra sem er að hlusta, væntingu þeirra sem að mæti við tölvökulegra. Þannig að ég held að lykillinn að því að hafa búið til eitthvað sem er öðruvísi hafi verið þessi eyðimerkur ganga og þrautaganga og allt sem þetta var. Já, hvað er sagan löng fyrir ekki það við höldum 4 ár? Bara byrjuðum í COVID. Já, við höfum slögt á henni. Hún byrjaði í COVID svo slögtum við á henni og svo tókum við svona rispu og við höfum bara eins og við höfum getað Þannig að en það er eiginlega ekki fyrir en svona kannski 1 ár sem hún er búin að vera eiginlega á keyrslu En það er ég held að kosturinn við einhvern veginn hvernig líka samstöðun er búin að ná að keyra svona einmitt sá að það hafi verið gerðar alls konar tilraunir einhvern veginn og við hefum haft þetta sveigrum til þess að gera tilraunir og hvað virkar og hvað svona, þannig að ég held að í dag líði fólki sem að kemur hingað í viðtal, því líður almennt vel að koma í viðtal, líður vel hérna og við vitum hvað virkar, við vitum hvernig við fáum fólk til þess að svona, líða vel og opna sig á eðlilegan hátt og tala hlutina á mannamáli og það er líka bæði náttúrulega eitthvað sem við hefum gert í gegnum tilraunamennsku og bara þjálfast líka þannig að við skerum okkur og það er óslega gaman finnst mér í dag að þegar ef ég horfa RÚV eða eitthvað svo les og einhverja svona þætti að þá bara spotta ég leið hvað er að þú veist, hvað þau eru ekki að gera rétt. Við náttúrulega búum í óbúslega yfirborðskendum heim. Það er ekki rétt, þau geta bara gett sitt og svo gerum við okkar. Og já, ég veit það. Ég er ekki alltaf fram að samstöðun gera allt rétt. Nei, ég veit það, en stundum þegar maður heyrir eitthvað er ekki að fungera og fattar maður alveg af hverju það er ekki að fungera. Af því að við erum búin að einhvern veginn gróa hluti hér. Við búum í svo yfirborðskendum heimi. Við vitum að þetta er allt svo fabrikara, þetta er allt svo pródúsera. Við vitum að þeir sem koma fram í fréttum, þeir eru búinir að æfa rulluna sína, þeir eru með talpunktun og reynu. Það er ekkert lengur til sem heitir einlægni eða sannleikur eða neitt. Þetta er allt til sölu, mjög yfirborðskent og skilur lítið eftir. Og einhvern veginn verðum að reyna að ná til fólks með því að beita öðrum aðferðum en að fréttamaður preppi, viðmælanda, við höfum 40 sekundur, við erum í beinni og hvað ætlar að spyrja og þetta gefur mann ekki neitt en hér við þetta rauðaborð í þessu herbyggi verður bara yfirlega einhver galdur finnst mér í viðtölunum sjálfum líka
og mér finnst bara menn ekki nenna að vera í herklæðum. Þeir bara afvopnast, þeir leggja á sig brynjurnar, jafnt dagskrágerðarmaður eða fréttamaður eða spyrill og viðmælandi. Ég sé þetta bara gerast okkur með einasta degi og ég held þessi vegna þess að við erum svo rosalega svöng, við erum svo þyrst þjóð í eitthvað alvöru content, eitthvað innihald, ekki þetta yfirborðskenda sem bara búið að hertaka meir og minna allan fjölmiðlamarkað. Já, ég held líka, sko, að því að náttúrulega, já, ég held að það sem einkennir okkur líka er að við gerum þetta svolítið með hjartanu. Við erum við erum að fá fólk í viðtöl vegna þess að við höfum einlægan áhuga á þeim og á umræðuefninu. Og ég held að það sé mjög einkennandi í staðin fyrir, hjá stórum stofnunum þar sem að einhver bókar fólki viðtöl og fyrir einhvern annan til að taka. Sem að kannski hefur ekki kynnt sér málinu að bara, í einhverju á því að fletta í gegnum eitthvað og svoleiðis, en við náttúrulega erum bara að því við brennum fyrir bara samfélaginu og okkar samfélagslega, pólitíkinu og samfélagsmálum. Réttlætinu. Ég held að það sé, réttlætinu, akkurat, og ég held að það sé mjög mikilvægt að við erum að gefa í raun og veru fólki rými til að tjá sig, til þess að tala út, við erum ekki á klukkunni og bara, já, heyrðu, 3 mínútur eru liðnar bara út eins og Sanna var að tala um hérna áðan í síðasta. Það hún hefur náttúrulega reynslu af að mæta í svona umræðu þætti þar sem hún segir 2 setningar og svo bara klift. En þetta er náttúrulega bara því við höfum einlægan áhuga á bæði manneskjunni sem að koma í viðtal og málefninu sem hún að leggja fram. Þannig að ég held að það sé stórt atriði, sko. Og við náttúrulega erum líka hér fljúa miklar tilfinningar líka alltaf á hverjum degi, þannig og líka því að þetta er svolítið barnið okkar. Við vorum hérna frá byrjun og byrjuðum úr engu og það var margt fólk komið að sem hefur eins og Smári sagði gefið sína vinnu og já, þannig að þetta er óbáslega mikið hugsunastarf og já. Já. Já, ég hóf hérna störf fyrir nokkrum mánuði síðan. Mér finnst þetta frábært framtak og fá menn að tala tæputungarlaust og tala út. Mjög flott viðbútt í fjölmiðlaflóru Íslands og þetta er eitthvað sem að mér finnst að sé þróunin í fjölmiðlun almennt í heiminum. Þetta er það efni sem að ég sæki svolítið í, teki eftir, svona þetta verður ár, kannski 5 eða 10 hefur alltaf verið að aukast efni á þessu tagi. Það sem að venjulegt fólk að tala venjulega hluti sem skipta máli í samfélaginu og það er einfallega það sem að maður sækir í. Það er svo sem alltilega að vinna efni, fréttir og matreiðar fyrir mann sem svona niðursóðið, en þetta er svona nauðsynleg viðbót við það sem hefur verið fyrir í áratugi af miðlun upplýsinga og það sem við getum kallað fréttir. Það er ýmislegt hérna sem er mjög fréttnæmt finnst manni, sem kemur hérna fram í spjalli við alls konar fólk og ég get nú ekki annað bara, minnst rosalega gaman að vinna þetta. Ég get ekki annað að hrósa bara bæði þessari stöð og starfsfólkinu fyrir þetta framtak og þetta er svona aðeins að aukast finnst manni þessi tegund af framleiðslu á efni, það sem við getum kallað fréttatengt efni, þannig að það hlýtur að segja ákveðna sögu. Þú meinar á Íslandi eða bara í heiminum? Í heiminum og á Íslandi sömuleiðis. Og og það sem er kannski sérstæðan er að það er ekkert ríkisvöld yfir okkur. Það er engin ríkisbubbi yfir okkur. Það er ekki engin blá hönd. Nei, það er engin svona heimill finnst mér, sko. Mér finnst það gríðarlega góður kostur og sérstaklega ef að það fari vel með efnið sem er verið að ræða eins og er gert hér. Þannig að þetta er bara besta mál. Það er náttúrulega, þú tala um svona þætti þar sem að fólk er að tala fréttinnar, þá þarf náttúrulega að vera eitthvað fréttamiðl sem að býr til fréttinnar svo við höfum eitthvað að tala, því að við erum háðir því að það sé eins og reyndar sjónvarpið hefur alltaf verið. Gott sjónvarp er oft það sem eru sko góð dagblöð, af því að þau geta svona fóðrað, af því að
sko sjónvarp ekki alltaf góður vettvangur fyrir svona frum eða greiningar eða eitthvað annað slíkt, þannig að við erum háðir því að hafa eitthvað annað. En það sem að ég held að sé að svona efni virkar í dag, held ég að sé tengt bæði því að neyslan er orðið einstaklingstengdari en ekki, við erum ekki að eins og fréttatími sjónvarpsins er eiginlega hugsaður, hann sé að ávarpa fjölskyldu sem situr saman að horfa sjónvarpið, sem að kannski eru bara 2% af áhorfendunum nota efnið þannig að eitthvað leiti er það orðið skrítið. En það sem að ég held að tekja þessu líka er að það sem að vantar í fréttir og eftir því sem að fjölmiðlarnir veikjast, að þeir segja kannski fréttinnar, en það sem að hverfur fyrst úr blöðunum eða öflugum ljósvaka fréttastofum er samhengið. Þú kannski heyrir alltaf fréttina og þú færð að vita þetta og já, stríð þarna og svo þess að segja þetta og þú veit engu næri heila. Og það sem að vantar, það sem að miðist eiginlega bresta fyrst, af því að þeir get ekki komið með þegar að segja fréttina, svo veist, að líði í gegn einhver svona samhengi. Ég held að þetta sé eitthvað svar við því, það bara vantar eitthvað samhengi í heiminn, sko. Já, og kannski mætti bæta við hugtakinu inntak líka við samhengi, að sko það hefur engan relevans að sjá einhverja mynd af einhverju sem gerðist ef það er ekki sett í neitt samhengi og ef það er ekkert inntak og bara þessi regla sagði hann stjórnarandstaða stjórn passaklippa þessi fekk 12 sekundur í gerð til að segja þetta, nú verður þess að segja eitthvað í 12 sekundur á móti þessu og þetta er sko, þetta hefur líka með aldur og reynslu blaðamanna og fréttamanna að gera. Þessi stöð nýtur þess náttúrulega að hér er fólk svona ekkert á neinu tánungsaldri alla jafna og þetta er fólk sem hefur lifað, kann tíman að tvenna, hefur á mislangri ævi en hefur alltaf haft þjóðmála áhuga og kann að svona kannski tengja. Við höfum séð að það hefur farið alveg rosalega reynsla úr blaða og fréttamannaheimunum núna upp á síkastið og flesta ráðningar eru bara til ungra krakka sem að snertilenda í 2-3 ár verða þekkt og hoppa þá í miklu betur launari stöðu. Þetta er bara svona af því ég var nú komið frá fréttablaðinu og hef unnið á svona stærstu mainstreamsmiðlum Ríkissjónvarpinu Stöð 2 og öllum þessu stofnunum, þá þekki ég það alveg, svona er þetta bara. Ég held að aldurinn hjá starfsfólkinu reynslan, samhengið og þjóðfélagsáhuginn og já, þú veist að tala tilfinningar, ástríðan fyrir því að dagurinn skiptir máli, samfélagið skiptir máli og við skiptum máli og ef maður ætlar að byrja á því að fara að gagnrýna samfélagið þá verður maður að horfa fyrst inn, býtu hvað get ég gert til þess að hafa áhrif á samfélagið. Ég held að þetta sé líka algjör lykilpunktur og rímar algjörlega við þetta sem þú nefnir með samhengi, inntak. Við erum orðin svo þyrst í nákvæmlega það að hlutir séu settir í samhengi og það sé einhver raunverulegur kjarni þarna inn í hverju máli. Já, ég held að sé full ástæða til þess að hrósa til að geta sanngirnis, öðrum fjölmiðlum og einstaka aðalið sem hafa sinni vinnu vel þar og þá er ég að tala svona hefðbundna blað- og fréttamennsku sem að menn hafa svona sumir hverjir að minnsta kosti reynt að hafa á faglega notum en það er rétt sem hún bendir á sko með fréttaflutningin að stundum finnst manni vanta ákveðna vinkla í fréttir og að ákveð mál séu tekin lengra og þau séu rædd lengur og við mögulega sko betri aðila og svo framvegis og þeim sem fyllt eftir. Það er eitthvað sem ég finn að má gera og er gert. Mér vanta eins og vandi í það af hverju eftir að segja mér svo frétt. Til dæmis, já. Af hverju þarf ég að vita hvað þessi ráðherra í Ástralíu heitir sem að segja á sig. Fréttir mega nefnilega ekki hljóma eins og sko tilkynning eða auglýsing, alls ekki. Ég held að sé líka, það er tvennt í þessu sko sem að kannski við höfum fram með þér. Við bæði gefum okkur tíman til þess að fara í dýptina og Gunnar Smári, þú ert náttúrulega snillingur í því að fara bara á dýptina og taka tíma. Já, lengdina, svolítið það sem ég er að menna. Fara á lengdina og gefa fólki einhvern veginn rými til þess að það einmitt bara opni sig líka. Og þá náum við líka, sko, og þú náttúrulega nærði sérstaklega líka því að þú ert svo alveg gríðarlega vel að þér í ýmsum málum. Þannig að þú nærði að setja í samhengi, mjög flott samhengi.
og en við erum líka að sjá það hérna bara á þessari stöðum ef við kannski aðrar stöðvar og við erum að sjá það hjá öðrum miðlum að við náttúrulega leyfum okkur líka að taka kannski pínulítið afstöðu, sögulega afstöðu pólitískt sem að aðri leyfa sér ekki. Jó, það afstæða, ég held að sé alveg klárt á hverju svona sjónarhótt til þann fréttastofu Ríkisútvarpsins. Það bara hápólitískt. Já, í raunin það í raunin. Svo tengi ég verði ekkert pólitískt með því að kjósa að standa á öðrum hóp. Það það með því að segja ekki ákveðna hluti, eins og geta kallað, við sjáum þetta sérstaklega. Við erum alltaf að tala við ykkur að greiningadeild í bankana og ég held að samtök atvinnulífsins sem er umverulega bara hagsmunasamtök kannski 12-14 ætta á Íslandi færi meira pláss heldur en öll verkalýðshreyfingi sem eru fulltrúar 200.000. Ég veit það. Við sjáum þetta með því sem að gerist ekki. Við hverju er ekki talað og hvað er ekki sagt. Við erum ópólitísk, það er RÚV sem er pólitísk. Það er mjög pólitísk ákvörðun einmitt að dekra eins mikið við vald eins og gert í mainstream-fjölmiðlum hér á landi og þótt ég sjálfur fallist á það með þér Pétur að jú, það er hellingur að heiðarlegu fólki að vinna í fjölmiðlum en við erum ekki að tala fólkið eða framlega hvers og einn starfsmanns heldur fjölmiðla outputið í heildsinni einhvern veginn og þetta með reynsluleysið, þetta er rosalegur vandi. Af hverju er 60 Minutes skipað fólki sem er búið að lifa í 80 til 150 ár? Og af hverju er okkur hér búið upp á 15 ára krakka á hverjum degi, meir og minna? Nú fær maður á sig árásir hvað þetta tala illa ungt fólk. Nei, það er bara þannig að þjóðfélagsmál eru mjög flókin. Það þarf mikið samhengi, langa ævi helst, mikla sögu, mikla rannsóknir, hafa fylgst með áratugum. Þetta endurtekur sem nú meir og minna og þegar maður er búin að finna þemun og þræðin í þessu, þá má loks komin á blaðsíðu 1 til þess að spyrja réttu spurningarna. Þú erum við samt með oft róttækasta fólki, yngsta fólki hér á samstöðinni. En það er ekki endilega sem að það er tvennt annað. Þú getur verið með sagt eitthvað frá svona tilteknu sjónarhorni og opnað eitthvað sem er kannski ekki fjallað annars staðar. Ég held að Björn sé að tala svona samhengi sem að kemur umverulega þú veist, bara með aldrinum og þú veist, þess sem er búin að vera 40 ár í þessu, hann getur sumt sem að sá sem er búin að vera 2 ár getur ekki eða sama áttu sá sem er með 2 ár getur ímyndilegt sem að þessi sem búin að vera 40 getur ekki. En svo áttar maður sig ekki á til en bara með þessi sem búin að vera 2 ár bara á öllri fréttastofunni þá færðu þau mjög skrýtna fréttir. Algjörlega, en maður hefur ekki alltaf átt að segja á því, til dæmis þetta er mjög áberandi var þetta til dæmis fréttaflutninga Gaza árásirnar á Gaza að það hefur einhvern veginn sumt ekki verið sagt eða orðað í samhengi hlutana og maður veit ekki hvort að það er af ótta vegna pólitíkur eða hvort að það er reynsluleysi. Það er rosalega ótti á Ríkisútvarpinu. Tengist þessu, þú varst að segja áðan að eins og að það sé eitthvað sem er 0 sem er ekki pólitík. Ef ég held með það sem er eiginlega bara að flytja sjónarhorni frá sjónarhorni ríkisstjórnar Ísrael og Pentagon að það er safe, en ef ég fer og segja eitthvað öðruvísi, ef ég segi fréttina frá sjónarhorni þeirra sem er verið að myrða og svelta að þá er það allt í norðið einhver róttækni og þá ringir einhver Hannes Hólmsteinn inn í fréttastjóran og skammar hann og hann skammar mig og ég læri það með fljótlega, þú veist, ég held mig bara á línunni svo fer ég bara heim. Og við getum til dæmis mynd okkur á það að allt sem var sagt og gert í fjölmiðlum á Íslandi fyrir hrun kom ekki veg fyrir hrunnið. Það vantaði greinilega eitthvað þarna upp á. Og mér finnst að hér sé verið að það er svona viðleitni í þá veru að fela ekki mál til dæmis og reyna að draga upp á yfirborðið það sem að getur og endanum skipt miklu máli. Það voru einföld atriði sem hefði mátt ræða í aðdragandar hausins. Ég ætla nú samt ekkert að hjakka í því. Ég tek þetta bara sem einföld dæmi sem ekki var minnst á í fjölmiðlum að mínum mati. Að minnst á kosti greinilega ekki nógu langt og maður spyr af hvers völdum var það. Var það vanþekking, það er vallagt að kenna því einu því að einhverjir vissi nákvæmlega hvað var að gerast, sögðu ekki frá því. Einhverjir fréttamenn kunnu kannski ekki að spyrja eða jafnvel vildu ekki spyrja, ég veit ekkert það. En niðurstaðan er enga síður svo að það var þetta hrun hérna og ég tek þetta nú bara sem dæmi því það eru fjölmörg mál
sem að vel þess verðt að fjalla miklu betur og meira en hefur verið gert í gegnum tíðina eins og mér finnst að sé verið að gera hér. Herru, en það eitt af því að þeir eru tæknifólki inni. Þá erum að tala sko dreifingabreitinguna sem verður á sko þegar þetta fer úr svona broadcast-dreifingu yfir í netið, það svona hrísla svona spyrst út frá manni til manns og það ákveðið. Það að við erum ekki að ávarpa hópin heldur einstaklinga sem að skapa svona rosalegt svona rými í umfjöllun, því þú getur bara hort á eitthvað annað. Við þurfum ekki að reyna að halda athygli 5 ára barnsins meðan við erum að tala við foreldrana og ömmuna í sófanum. Þannig að það breytir, það svona eðlisbreyting. En önnur eðlisbreyting svona tæknin sem hefur komið núna, sem náttúrulega alveg brandar ef við sem að reka hérna útvars- og sjónvarpsstöð með þessu og þið stjórnum útsettingunni eru ein og stjórnum líka sko upptökunni og útsettingunni á sama tíma. Jú, það hérna fyrir ekki. Nei, ég segi og svo er þetta líka þannig að tæknin býður upp á það og svo ákveðum við að gera hérna sem of sniðugt að búa til eitthvað nýtt að hérna við ætlum ekki að eyða peningum í sko sviðsmyndir. Þess vegna við allir þættirnir eru bara í sama herberginu og svo bara skiptum við efni af því að við ætlum að vinna sko samkeppnin í efni. Við getum aldrei unnið samkeppnina við rúfi í sviðsmyndum eða þú veist hvort að kamera komið svona svífandi hérna inn eða eitthvað. Við getum það ekki. Þannig að við erum bara á því sem að við getum og þess vegna svolítið fyndið að við erum hérna oft hérna, þú veist, maður bókar í þættina og tekur á móti gestinum og færir honum vatn og svo erum við bara 2 og þú kannski hinum megin að taka upp. Þannig að en samt erum við að reka út af svo sjónvarpsstöð. En eins og stundum sagt í þessu content is king. Hérna það bara innihaldið samtali sem skiptir svo gríðarlega miklu máli. Það eina sem við getum haft. Sko. Við reynum að gera okkar besta í útlitinu og hljóðinu og lýsingunum og öllu því. Og svona kosturinn við þetta að þetta núna gerlegt. Án þess að það séu þessi elementi sem ég nefndi áðan fyrir áratugum síðan. Gallinu sá en gæsalöpa það allir að gera það sama. Þetta nú reyndar hægara sagt en gert. Það ekki hlaupi að því að halda úti framleiðslega eins og hér gert. Og mér finnst þetta alveg magnað. Ég nú staði þessi á 3. áratug að framleiða efni. Alls konar efni. Við framleiðum svona 3,5-4 tíma á dag. Nákvæmlega. Og það mætti búast við sko framleiðslu á svona efni ef við spólum bara 20 ára til tíman. Ef einhver hefði sagt manni það var hérna einhver maður út í skúr fyrir 20-30 ára síðan að framleiða efni á sér 4 tíma á dag. Að maður hefði aldrei trúað því. Maður hefði kannski búast við að hann gæti mögulega gert þetta á 1 ári. Þannig að þetta nú algjör gjörbylting og eins og segi, fólk að neita þessa efnis alltaf öðruvísi sem það gerði. Það að hlusta á lengri þætti, mögulega hljóðrásina þó að efni sé í sjónvarpi, að hlusta á í bílnum og þegar það að sýsla eitthvað annað með. Og þannig að þetta bara einfaldlega tímanlega tákn að þessi framleiðsla hér skuli vera með þessum hætti og þetta magn. Mér langar líka til þess að kannski koma inn í þetta að þegar resursarnir eru svona litlir, þegar tæknilegir burðir okkar eru svona litlir, þá reynir svo óbúslega mikið á mannauðinn. Maður hefur svo sem undrast ykkur þegar þið eruð að taka upp, þið eruð að gera þrennt í einu og þið þurfuð að klippa í beinni, það er eitt af því og þið eru líka að lóta einhverju og útbúa inn á vefinn og eitthvað svona og maður bara þetta þau eru raunin að gera það sem að 3 starfsmenn ætti að vera að gera og stundum það náttúrulega þannig, maður undrast nú starfsreikið hjá þessum þarna að Dúdda hvernig hann hefur getað þetta í öll þessi ár og tekið öll þessi viðtölu. Þessi þáttur hér kjaftarið í hvað ég geri af því ég þurfti að mæta hérna og það var einhver myndataka og einhver svona kaka og fundur, þannig ég breytti því bara í þátt en ef fólk hittir mig á Laugaveginum þá narra ég það í viðtal þannig að ég bara reyni að lifa við rauðaborðið. En sko það sem ég er að reyna að segja er það að það hefur augljóslega bara tekist mjög vel hér upp við að velja í stöður. Valinn maður í hverju rúmi og fólk er hér ekki af efnishygjulegum hvötum virðist vera. Það einhverju hugsjón sem að knýr fólk áfram og
og af því þrátt fyrir í rauninni skortin á tæknilegu resursum og þrátt fyrir að við séum enn að gera 100 sinnum meira heldur en mætti vænta miða við upplegið þá ástæðan fyrir því væntanlega svo að mannauðurinn samheldinn og góður og hver og einn nennir að taka hvern klukkutíma og setja 3-falt magn af heilafrumum og orku í þennan klukkutíma heldur inn í mörgum störfum. Bara þannig að takk fyrir það. Þetta ekki svona bullshit starf að vera hérna. Það mjög gaman að taka á þessu. Ég hef stundið marga fjölmiðla með það ógeðslega gaman. Og það mjög gaman að að það verði árangur í hópi og við letum mæla hlustun og áhorf og hún tvöfaldaðist frá nóvember, við gerum þá konun. Magna. Og það eru 37.000 mann sem að horfa á þættina eða hlusta á þættina okkar. Og þú sett það í samhengi við suma aðra fjölmiðla, viltu nefna það samhengi? Þetta við erum svo 60% af Rás 1. Þetta jafnt mikið margir og lesa heimildina. Já. Ég manna það ekki, þetta eitthvað svona meira. Þetta við erum meira heldur en ég held að sé bara 23% sem horfa á silfrið og sem hefur þó allt sitt kapasitet sko. Þannig að ég held að sé bara í finnir stöðu. Og svo ætlum við að bæta við á morgun tökum við upp nýjan þátt sem hefur verið hlaðvarpsáttur heitir Með á nótunum sem að Natalie Gunnarsdóttir og Óli Hjörtur sjáum, sem mjög skemmtilegt samtal þeirra á milli. Og ætlum að pröfa að flytja inn á samstöðun og taka það upp. Ég hef sagt að þetta álíka frétt og ef að Bogi Ágústsson myndi byrja á Stöð 2. Svona í okkar svona hlaðarsæmi. Og svo má kannski... þetta tónlistaþáttur? Nei, þau eru bara að spjalla daginn og veginn. Svolítið svona skemmtanalífið en líka þjóðmál. Já. Hún er DJ, eða ekki? Já. Svo má kannski nefna að þetta gama svona bara almennt segja gegn tíðina þá finnst mér eins og það sé ekki beint hlaupið að því að fá viðmælendur í viðtöl eða spjall. Hér? Nei, almennt gegn tíðina sko, bara hjá fjölmiðlum. En virðist það vera ekki neitt mál. Að fólk mjög viljað að koma hingað og það rosalega ánægilegt. Ég tekið sérstaklega eftir því. Þannig finnst þetta ekki vera neitt mál. Þetta í raun og veru stórmál að stilla upp dagskrá. Þetta hægara sattan gert. En virðist það vera leikurinn. Sjónvarpsviðtal með klukkutíma fyrirvara fyrir flesta eða marga svo fáránleg hugmynd. En hér einhvern veginn reddast þetta bara. Ég held líka við búum við það að það eru allir svo fallegir í settinu hjá. Já, það er eitthvað galdur við það. Birtan. En það eiginlega við eigum ekki ennum förðun, það eitt sem við eigum peningum ekki í. Við kaupum ekki meik. Nei, maður minna hrukkur hér heldur en bara leiðum það kemur út. Það eiginlega Já, ég ætla að segja það Pétur að það eiginlega lýgilegt að einhver vilji koma í viðtalingað af því það svo þungt lagt hérna eða svona það verður svo heitt en það samt líður fólki vel það notalegt eins og Smári segir það svo notalegt það ekki heitt hérna, það notalegt eins og fólki Herðu, en við skulum enda bara þar af því að það eiginlega beiðni okkar til hlustendu og áhorfenda að því sem hafi verið að hugsa að gerast áskrifendur hérna til þess að ýta undir uppbyggingu samstöðurinnar endilega látið verða að því að efst á óskalistanum okkar loftrættið í stúdíóið og helst loftkæling við finnum það hérna í stúdíónu það að hitna úti og það étur upp hérna með þess að súrefni hérna og nú erum við búin að vera í útsettingu hérna beinni í, ég veit ekki 1,5 pluss tíma og þá orðið lítið súrefnið eftir og þessum verðum við að hætta. En ég þakka öllum sem hafa komið hingað við rauðaborðið í kvöld, bæði gestunum sem hafa voru hérna í upphafi og svo fólkinu sem hafa tengið samstöðinni og ykkur sem hafi verið að hlusta kærlega fyrir. Við hvetjum ykkur til þess að segja vinum og vandamönnum frá samstöðinni ef ykkur líkar. Það komið hérna fram í þættinum áðan að þannig hefur dreifikerfið okkar byggst upp. Það byggst upp að góðri afspurn og það hefur tekist ágætlega hingað til og við vonum að halda áfram að takast vel. Þið getur bent á að við erum á
Við erum á Facebook og við erum á YouTube, við erum í öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM og það má sækja þær útvarpsveitingar líka á spilaran sem á netinu spilari.is en spilarin líka app sem má hlaðanur í síma og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppnir að skipta við síman, þar eru númer 5 af fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða viðskiptavinum sínum upp á efni frá samstöðunni, 24 tímar á sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ásins hring samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðru þáttum samstöðunar. Og svo bendi ég á að ég verð hérna aftur annað kvöld klukkan 8. Þá verður meðal annars á dagskrá viðtal sem ég mun taka við Kristrúnu Frostadóttur. Sjáumst þá, en góða nótt.